Fundur settur í bæjarstjórn Mosfellsbæjar miðvikudaginn 2. apríl 2025 klukkan 16:31. Þetta 869. fundur bæjarstjórnar og haldinn á bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar að Þverholti 2. Fundinn í dag sitja allir aðalbæjarfulltrúar og fyrir fundinum í dag liggja alls 11 mál. Þar af eru 6 fundargerðir til staðfestingar og þá 5 fundargerðir til kynningar. Og við göngum beint til dagskrár og fyrst á dagskrá fundargerð 662. fundar bæjarráðs Mosfellsbæjar. Fundurinn fram 20. mars síðastliðinn og á dagskrá fundarins voru 11 mál. Og fundargerðin opin fyrir umræðu, bæjarfulltrúi Halla Karin gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég kem hérna upp fyrir máli 1.1, hagir og líðan eldra fólks, könnun 2024. Þessi könnun hagi og líðan aldraða á Íslandi framkvæmd af Félagsvísindastofnun og gerð á 4 ára fresti. Könnunin fór fram í nóvember og desember á síðasta ári og í þessari könnun voru þáttakendur meðal annars spurðir almennt heilbrigði, viðhorf til heilbrigðisþjónustu, hvaða aðstoð þau að nýta sér og ýmislegt hreyfingu þeirra og félagslega virkni. Ég ætla svo sem ekki hér núna að fara mikið út í framkvæmdina sjálfa eða allt sem kemur í þessari góðu könnun. En mér finnst mjög áhugavert og mjög gaman að sjá þessar niðurstöður. Og í svona könnun, og langaði bara að vekja athygli á þessari könnun og hrósa okkar hraustu eldri borgurum því að það alveg greinilegt að Mosfellsbær og hefur verið að sinna vel eldra fólki hér í bæ og með góða þjónustu og mjög fjölbreytt íþrótta- og félagsstarf sem í boði. Það sýnir allavega sannarlega í þessari könnun að þau kunna meta það og eru aktív. Í þessari könnun var svona tilviljunarkennt úrtak 67 ára og eldri úr þjóðskrá og hlutfallslega stærra úrtak var tekið af einstaklingum sem skrásett eða búa hér í Mosfellsbæ til þess að hafa möguleika að fá sér úrvinnslu fyrir okkur. Öllum sveitarfélögum var boðið þátttaka gegn smá gjaldi og ákvað Mosfellsbær í fyrsta skipti að vera með og þetta sem sagt þá í fyrsta skipti sem við kaupum okkur inn í þessa könnun og svona könnun, hún gefur okkur svona dýpri svona þekkingu inn í hvaða þjónustu við erum að veita og hverju hún að skila. Og því erum við hér með niðurstöður á því hvernig eldra fólk í Mosfellsbæ koma út í samanburði við landsmeðaltal eldra fólks á öllu landi. Ég hef tekið eftir því bara sjálf að mér finnst eldra fólk hér í Mosfellsbæ vera mjög Og þessi könnun staðfestir það svo sannarlega og mér langar kannski bara, ég ætla ekki að fara að nefna allt eins og ég sagði í byrjun, heldur mér langar að taka hreyfingun og félagslífið eða félagsstarfið og það greinilega nóg að gera hjá eldra fólki hér í Mosfellsbæ því þau eru alveg þvílíkt aktív. Eins og til dæmis með hreyfinguna, þá okkar fólk, og ég segi okkar, þá meina ég Mosfellsbæ, 10% hærri en landsmeðaltal í röskri göngu, til dæmis. Það 8% hærra en landsmeðaltal að fara í sund. Sér til heilsubótar og þau eru líka duglegir að hjóla. Það aðeins minni prósenta en það samt 2%. Meira en og líka eru meira í skipulagðri líkamsrækt og það 3% meira en landsmeðaltal, segir. Þannig að það greinilegt að fólk kann að meta þjónustuna sem í boði og nýti sér hana vel. Við erum líka að skara fram úr hvað varðar félagslega virkni og vitið það aðdánavert að sjá það í þessari könnun að til dæmis ein spurningin undir félagsstarfinu tekur þú þátt í félagsstarfi?
og þau eru, eða okkar fólk, eldra fólk í Mosfellsbæ, 14% hærra heldur en landsmeðaltal. Og það náttúrulega, maður ánægður að sjá það því að félagsstarfið okkar, eftir að Brúaland opnaði með félagsstarfið og Hlégarður, þá bara félagsstarfið í ofboðslega miklum blóma og aðsóknin hefur stór aukist. Og ég heyri það þarna niður frá að það alltaf yngra og yngra fólk sem vill koma og vera með. Því að það sér bara á samfélagsmiðlum og annað hvað margt í boði og hvað skemmtilegt og hvað virkar svona léttur andi þarna. Og ég vil bara hrósa virkilega góðu starfi sem forstöðumaður félagsstarfsins, Elva Björg Pálsdóttir, hefur umsjón með þessu og allt hennar fólk sem hjálpar til þar. Mér finnst líka áhugavert þau eru spurð, hvað sjáið þið, hvað í boði fyrir ykkur, hvar finnið þið það út? Það í blöðum eða það hjá nágrönnum eða eitthvað þess háttar? Langstærsti hlutinn segir á netinu, þannig að þau eru greinilega mjög tæknivædd líka, sem bara frábært. Og enn annað, að allavega þeir sem tóku þátt í þessari skoðanakönnun, eða þessari könnun, að þeir 76% þeirra í félagi eldri borgara, sem líka mjög gott því að það mikil fríðindi þar og líka bara að vera svona meðlimur í því flotta félagi. En ég ætla kannski ekki að fara nánar í þessa niðurstöðu, bara aðeins að segja frá hreyfingunni og félagsstarfinu, en ég hvet fólk til þess að skoða þessa könnun. Þetta skemmtileg lesning og bara hvet ykkur til þess að gera það. Takk fyrir. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera, fundargerðin opin fyrir umræða að öðru leyti og bæjarfulltrúi Lovísa var búin að gefa merki svo Aðrir bæjarfulltrúar. Ég kem hér upp undir máli 1.5 sem ég man ekki nákvæmlega hvað það titil ber á þessum fyrirfundi. Jú, þarna á þessum fundi var það ég reyndi frá bæjarráðsfulltrúum D-lista vegna lista eins og það heitir þarna niðurskurð frá samþykktri fjárhagsáætlun. Ég vil þó byrja á að leiðrétta og segja að benda á að eru hagræðingar. Eins og fram kemur í gögnum málsins og í minnisblaði sem að fylgir með í svörum til bæjarráðsmanna með leyfi forseta að þá kemur fram hér í minnisblaði að við afgreiðslu fjárhagsáætlunar 2025 var samþykkt að fara í vinnu við að draga úr rekstrarkostnaði 200 milljónir og gert var ráð fyrir þessari lækkun kostnaðar á miðlægri fjárhagsdeild. Í framhaldinu hafa síðan öll svið í stjórnsýslu bæjarins unnið að því að finna leiðir til þess að hagræða í rekstri bæjarins og í þessi niðurstaða sem liggur fyrir og verður aftur rædd undir ef fólk vill öðru fundargerð annars bæjarráðsfunda sem liggur fyrir þessum fundi okkar í dag en þar sem tillögurnar sjálfar eru lagðar fram en mér fannst bara rétt að koma strax fram undir það sem gert grein fyrir þessum hagræðingum sem að deildirnar skila af sér. Þá langar mig að byrja á því að bara hrósa starfsfólki bæjarins fyrir þá vinnu sem þau lögðu í að fara yfir fjárhagsáætlunina. Nú það þannig þegar að fjárhagsáætlun unnin á hverju ári og oft á tíðum svona bara unnið áfram með þá lykla sem að heyrir undir hverja stofnun og venjulega bara rúlla hlutirnir svona nokkuð óbreytt milli ára. En það gerir það líka að verkum að stundum þarf að staldra við og fara yfir
nánar, kannski kafa dýpra ofan í þessa bókhaldslykla og hvað þar á bakvið. Og þessi yfirferð starfsmanna Mosfellsbæjar sýndi svo ekki vera umveilst að það var komin tími á að gera það. Því að þessi yfirferð skilar að hluta til þessum 200 milljónum sem að við gerðum kröfu að yrðu fundnar inn í bókhaldinu. Og ég ætla nú ekki að fara yfir hvern einasta lið sem að þarna talinu, en bara til að nefna eitthvað, þá vil ég til dæmis nefna tilfærslur sem eða hagræðingu sem lagt til á skrifstofu fræðslusviðs sem kemur einfaldlega til út af því að gert var ráð fyrir stöðugildum sem að ekki hefur fundist fólk í fyrir en bara núna eftir ef ég skil rétt, en það er ekki búið að manna, segir maður frekar, ekki að hafa ekki fundist, heldur ekki búið að manna, afsakið, og hverja svo sem ástæða fyrir því verður skipta ekki öllu máli, en það er ekki búið að manna stöðurnar, ef ég skil rétt, að þetta séu 2 fyrir en nú, þannig að kostnaður fyrstu mánaðana féll ekki til. Þannig að það var búið að gera ráð fyrir kostnaði frá 1. janúar. Hann byrjar ekki að falla fyrir en síðar á árinu. Þar með komið svigrúm á þessum bókhaldslykli sem við getum nýtt annars staðar. Við getum haldið svona áfram. Það var að hluta til í skólanum. Þar komu bara ekki jafn margir nemendur og gert var ráð fyrir. Þannig að þar í einum skóla þá var ekki þörf á að ráða í stöðugildi sem var búið að gera ráð fyrir. Og það er margt annað svona svipuðum toga sem kannski sem leiðir okkur á aðalniðurstöðunni það að hér hagræðingar aðgerðir að gera, það ræða. Það ekki verið að skera niður nokkra einustu þjónustu. Þannig að ég vil hafa það alveg skýrt að hér ekki niðurskurð að ræða. Ég verð að benda á það að í bókun sjálfstæðismanna í bæjarráði undir þessum lið, með leyfi forseta, kemur fram að í lok síðasta árs hefur verið settar 100 milljónir í átaki börnin okkar fyrir árið 2025. 3 mánuðum síðar skólum gert að hagræða 100 milljónir. Það lítur því þannig út að átaki börnin okkar að fjármagna með hagræðingu í skólum bæjarins. Þetta í besta falli villandi og bara mér persónulega finnst þetta ómakleg framsetning á staðreyndum. Það var ekki 3 mánuðum seinna sem skólum var gert að hagræða eitthvað. Þetta lá fyrir frá því að fjárhagsáætlunin samþykkt að það ættu allir að horfa í eigin rann og sjá hvar eitthvað sem við getum kannski fært til og laga til. Algjörlega óháð verkefninu börnin okkar sem ég vil minna á að var samþykkt af allri bæjarstjórn og var sett á laggirnar vegna mikillar aukningar í barnaverndartilkynningum og erfiðum málum og það lá alveg ljóst fyrir að ef við vildum að stig 1 og 2 myndu virka vel inn í bæjarkerfinu í farsældinni þá þyrftum við að fjárfesta í því og það okkar skref að stíga til þess að fá til dæmis ríkið á mót okkur til þess að taka stigs 3 málin sem eru erfiðustu. Þannig að það að hengja þetta svona saman eins og gert í þessari bókun í besta falli ómaklegt og mér fannst það bara ósmekklegt. Ég vil benda það líka sem kemur fram í þessari bókun, vinnuumhverfi skólana mjög krefjandi og sífellt auknar kröfur, ég gleymdi að biðja leyfi forseta. En að vinnuumhverfi skóla sé mjög krefjandi og sífellt auknar kröfur og áskoranir sem kalla á auki fjármagn í starfsemi skólans. Verkefninu börnin okkar einmitt ætlað að mæta því sem gerir starf innan skólana oft á tíðum
mjög erfitt vegna þess að það lendir á skólanum ef aðri hluta kerfisins get ekki hlaupið undir bagga og við vitum að það þarf fleiri sérfræðinga sem var notið það orð sko, en þú veist það þarf fjölbreyttari bakgrunn inn til þess að aðstoða þessi börn og það það sem að, eins og ég segi, ég ítreka það. Þetta var bara samhljóða ákvörðun bæjarstjórnar að fara í þetta brýna þarfa verkefni. Þannig að ég vildi bara leggja sérstaklega áherslu á það að þessi framsetning röng, fyrst og fremst, hún bara hreinlega röng. Það að hagræðingar á þeim lyklum sem tilheyra skólum slægi þarna upp í einhverja 98 milljónir. Það bara hreinlega tilviljun en samt eiginlega ekki sko ef þú hugsar út í það að bara þetta 1% hagræðing og 10 milljarðar fara í sko í störf grunnskólana og fræðslusviðsins. Þannig að eðlilega þar stór hluti en alls ekki allur og ég bara benda á líka hvað fer til dæmis mikið af velferðarsviði sem að hlutfallslega hærra að fara. Þannig að já, ég held að við láti þessu lokið að sinni en ég vil ítreka það, mér finnst það að tekist vel til hjá stjórnsýslunni og starfsfólki að skoða hjá sér hvað hægt að laga og við vitum það líka öll sem hér setjum að við þurfum að halda áfram. Þetta verkefni hvergi nærri búið. Það bara eðlileg krafa að sýnt sé aðhald og ljósi hagræðingar alltaf beint að fjármunum bæjarfélags. Okkur mjög þröngt sniðinn stakkurinn, þannig að við þurfum að passa vel upp á að við séum að setja krónunar og eyruna á rétta staði. Takk fyrir. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Bæjarfulltrúi Ásgeir, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, ég kem upp undir sama máli frá bæjarráði. Fundi bæjarráðs, mál nr. 15, erindi frá bæjarfulltrúum D-lista, bæjarráðsfulltrúum D-lista, meira að segja. Og þetta erindi, eins og kom fram, óskuðum við eftir þar sem að þá voru komnar fram upplýsingar, ekki sem við höfum hér frá stjórnsýslunni eða bæjarstjóra eða meirihlutanum, það að það væri búið að samþykkja meðal annars það sem kallað hagræðing í skólunum og ég ætla nú ekki að fara eyða miklum tíma í hvað hagræðing og hvað niðurskurður, það getur verið mjög stutt þar á milli en við vildum fá að vita í hverju þetta fælist og óskuðum þar að leiðandi eftir að það færi fram umræði bæjarráði hvaða niðurskurð á samþykktri fjárhagsáætlun væri að ræða vegna þess að það verið að skera niður 200 milljónir, það hlýtur að vera markmiðið að minnka kostnað og þá líka óskuðum við eftir upplýsingum sundurliðun eftir þá málaflokka og þá stofnanir sem var gerð krafa að það yrði gerða breytingar frá samþykktri fjárhagsáætlun. Ástæðan fyrir þessu að við fjárhagsáætlunina sem að við sátum hjá kom fram að þegar að fólk í meirihlutanum var búið að hrósa sér af fjárhagsáætlun eins og meirihlutum ber að gera að þá kom fram að þrátt fyrir þessa miklu sérstaklega framkvæmda áætlun sem að fólgin í þessari fjárhagsáætlun fyrir árið 2025 að þá ætti nú samt að setjast niður og skera niður 200 milljónir. Það þyrfti að finna 200 milljónir til þess að skera niður. Það fannst okkur mjög sérstök stjórnsýsla og það það náttúrulega vegna þess að þessi meirihluti boðaði það í upphafi sinna vinnu á þessu kjörtímabili að það ætti að breyta verklagi, kalla meira til nefndirnar til þess að þær myndu að taka meiri þátt í undirbúningi og ákvörðunum varðandi fjárhagsáætlun sem vel og sú vinna nú mjög misjöfn milli nefnda, vildi ég sagt hafa.
En okkur fannst mjög skrítið að á sama tíma hefur verið að tilkynna þetta, að þá að tilkynna það að skera niður þessar 200 milljónir. Þarna var líka verið að fjalla erfiða og þunga málaflokk eins og við þekkjum. Við spurðum sérstaklega það, hvort að það er tekið þá af til dæmis þessum sama málaflokki og eins og þá börnin okkar fengu 100 milljónir. Og það var, því var svarað til að það var ekki búið að samþykkja það, það er sennilega ekki gert. Og það er hreinlega ekki rétt að það hafi verið ákveðið að þetta er gert með þessum hætti að það ætti að fela sviðunum að skera þvert og jafnt 2% á öll svið, en það var það ekki gert. Ég veit ekki betur en umhverfissviðið hafi verið líft, þannig að það er ekki rétt að það hafi verið gert með þeim hætti. Það að þetta sé sama tala, cirka 100 milljónir sem er að spara til skólunum og því sem að spara í þessu, það getur vel verið þessi tilviljun. Við segjum líka að það lítur því út fyrir. En það sem okkur finnst skrítið og okkur fannst vont, það var það að þetta var ekki kynnt neins staðar, þetta var ekki kynnt í nefndum, þetta var ekki rætt í nefndum, síðan var þetta kynnt á bæjarráðsfundi eftir að við lögum fram þetta erindi í bæjarráðinu viku fyrr og það getur vel verið að það hefði átt að gera það hvort sem er, en okkur fannst óþægilegt að við vorum farin að fá spurningar hvort að við verðum sátt við það að það væri verið að færa til, reynda var það að kalla niðurskurður í okkar eyru í skólunum og hvort að það var í takt við það sem að hefði verið lagt upp með í fjárhagsáætlun. Það sem að er ekki rétt heldur sem kemur fram í máli bæjarfulltrúa Lovísu Jónsdóttur er það að þetta er sparnaður á kostnaði og þetta kemur niður á starfsemi skólanum. Mér finnst það ekki ég veit ekki hvað orði ég á að taka mér í munn með það, hvort að ég á að fara að tala um smekkleysi og annað slíkt eins og verið að tala um hér þegar við erum að leggja þetta fram. En það er ágætt að fá leksi í því frá bæjarfulltrúa Lovísu hvað sé smekklegt og hvað sé ósmekklegt. En þegar að sagt er að þetta kom ekki niður á skólunum, þá vil ég spyrja til dæmis, upp í Helgafellsskóla, þá er búið að taka ákvörðun það, út af þessum niðurskurði sem er ekki niðurskurður, að þegar að fellur niður kennslu á mið- og efstastígi, að þá eru börnin sent heim vegna þess að það á ekki að kenna forfallakennslu, það á að spara. Er þetta ekki niðurskurður? Er þetta ekki skerðing á þjónustu? Er þetta til þess að hjálpa börnunum okkar? Hvað er þannig niðurskurður? Í Varmárskóla þurfti að hætta við að draga úr kennslu fyrir börn sem er með íslensku sem annað tungumál eða ekki með sitt móðutungumál. Hvað er þannig en skerðing á þjónustu? Þannig að við skulum bara tala um hlutina eins og þeir eru. Það er alltaf hægt að spara og það þarf stundum að spara, en við skulum það bara viðurkenna það, en ekki kalla þetta einhverjum nöfnum sem það er ekki. Vegna þess að ef það á að spara 200 milljónir, að þá hlýtur einhvers staðar að þurfa að taka þá peninga. Síðan þegar við getum rætt þetta í víðara samhengi, eins og þegar kemur að því af hverju er þessi vandamál í skólunum, þegar kemur þá að hegðunarvanda, þegar kemur að langtíma fjarvistum, veikindum kennara og svo framvegis, hvað kostar það okkur miðað við það hvort að við ættum kannski skoða það og rýna þetta ennþá betur, hvort að við ættum að sjá hvort við getum nýtt fjármagnið betur öðruvísi og jafnvel við myndum bæta við eða sleppa því að skera niður þessar 100 milljónir sem er verið að gera til skólana, hvort að það fjármagn myndi nýtast og margfaldast í sparnaði með því að auka við stuðningin. Og við hljótum að vera, og ég veit ekki betur, en við höfum verið öll sammála um það, að þess þurfi. Þannig að þarna fer ekki alveg saman hljóð og mynd. Það að þetta hafi svo ekki verið rætt í nefndunum, þá virðist það vera þannig að lýðræðið og samvinnan, að hún gildir bara svona þegar það hentar. Og það kemur auðvitað svolítið óvart að þessi sparnaður og þessi tilfærsla eins og kölluð, hvar kemur þetta inn á stefnu meirihlutans í öllum þessum málum? Það virtist vera eins og meirihlutin hafi komið lítið að þessum ákvörðunum, heldur þetta var kynnt
og unnið að starfsfólki stjórnsýslunar. Kemur meirihlutin ekkert að þessum ákvörðunum og hvernig kemur þetta við stefnu þeirra í þessum málaflokki? Það líka mjög athyglisvert að spyrja því. En það sem að stakk okkur í þessu var fyrst og fremst að okkur fannst kannski það átt að hafa samráð þá í nefndum, þó var ekki nema bara þá í bæjarráð og bæjarstjórn og kynna þessar hugmyndir og mögulega athuga hvort það væri hægt að sleppa því að vera með þennan niðurskurð í skólanum á þessum kostnaði. Og það er líka mjög athyglisvert að heyra það að þegar það er að vera komið 3 ár af þessu kjörtímabili, þessa meirihluta, þar sem er búið að eyða gríðarlegum peningum og vinnu í að breyta til dæmis skipuriti og öðru, sumt af því bara mjög gott, en annað kannski minna þarft. Og við erum búin að kalla eftir því að fá niður, fá kostnað á þeirri vinnu til okkar og sundurliða, það hefur því miður ekki komið ennþá. En það er athyglisvert að eftir 3 ár að þá fannst meirihlutanum komið tími til að setjast niður til þess að athuga hvar væri hægt að spara og hvar væri hægt að færa til á lyklum og svo framvegis. Það er heldur betur búið að taka til hér í lyklum og stjórnsýslum. Þannig að það er auðvitað mjög sérstakt líka. En við skulum kalla þetta því sem þetta heitir, það var boðað í fjárhagsáætlun, það ætti að skera niður, það var ekki talað þar um að það ætti að vera flatur 2% niðurskurður, útfærslan var eftir, þetta er síðan niðurstaðan og við verðum að þora að viðurkenna það að þetta sé það sem það er og það er ekkert að því vegna þess að það er alltaf hægt að setjast niður og rýna hlutina og spara og án þess að koma mögulega niður á þjónustu. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi, bæjarstjóri Hversveg. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mig langar að nefna fyrst að þetta var rætt auðvitað við gerð fjárhagsáætlunar að það ætti að taka 200 milljónir og endurskoða áætlunina og sem sagt hagræða. Það sem var gert á móti var að það voru settar 200 milljónir í svokallaðan veikindapott sem hefur aldrei verið gert áður, þannig að jafnhá upphæð fór inn í kerfið og átti að spara á móti. Þannig að það var settar aukalega 200 milljónir vegna þess að skólar hafa verið að kljást við veikindi og annað. Þær voru settar inn en á móti kom að það var sett inn hagræðingarkrafa. Þetta eru fjölmargar aðgerðir og sumar eru bara eins og það var eitt stöðugildi tvítalið, það er verið að ráðningar frestast, það er verið að gera ráð fyrir til dæmis skólaliðum í 12 mánuði en mjög margir eru bara í 9 mánuði, þannig að þetta eru hver aðgerðin á fætur annari sem er svona að praktískum toga. Ég vildi bara allan að það kæmi fram. Auðvitað og þetta með, og ég vil líka koma fram með íslenskukennsluna, breytingin sú er að það var ekki ráðinn sérstakur kennari sem hætti í íslenskukennsluna heldur að börnin, það eru 3 kennarar sem skiptaði á milli sín. Þannig að það er ekki verið að minnka íslenskukennsluna eftir þeim upplýsingum sem ég hef í Varmárskóla. Þannig að það, bara svo það sé sagt. Þannig að þarna er verið að fara að rýna í reksturinn sem hefur auðvitað verið kallað oft eftir þegar við verðum að gera fjárhagsáætlun og mikið af þessu eru svona tilfærslu vegna þess að það er verið að gera ráð fyrir einhverjum í 12 mánuði en hann er bara í 9 mánuði. Þannig ég vildi allavega koma þeim upplýsingum á framfæri og minna á þessar 200 milljónir sem voru settar aukalega inn í kerfið til að mæta veikindum. Þær koma inn en 200 milljónir voru óútfærð hagræðing. Þetta er alþekkt aðferð í sveitarfélögum og við þurfum ekki að leita langt til annarra sveitarfélaga hérna í nágrenninu á höfuðborgarsvæðinu þar sem þessar aðferðir hafa verið gerðar. Takk. Takk fyrir bæjarstjóri, bæjarfulltrúi Lovísa Hversveg.
Forseti, ég kem hér aftur upp undir sama máli. Bæjarfulltrúi Ásgeirs Sveinsson talaði hérna að við verðum að þora að viðurkenna hvað sé verið að tala um. Við þorum því. Við erum að tala um það sama og við tölum í nóvember og desember þegar fjárhagsáætlunin var samþykkt. Það engin breyting. Mig langar að vitna í bæjarstjórn í Kópavogi, Ásdísi Kristjánsdóttur, sem sagði það bara núna mjög nýlega að það að lækka laun bæjarfulltrúa væri hagræðing en ekki niðurskurður. Þannig að það kannski ekki, það er að leita langt yfir skammt eftir útskýringum ef að fólk á í vandræðum með að skilja munin á niðurskurði og hagræðingu. Mér langaði að bregðast við tilvísun í það að ekki hafi verið farið með fyrirhugaðar breytingar inn í fagnefndir og að þessar tillögur væru unnar á stjórnsýslunni. Já, sko í fyrsta lagi þá bara fólum við stjórnsýsluna að gera það þegar fjárhagsáætlunin var samþykkt. Byrjum á því. Í öðru lagi þá bara fullkomlega óeðlilegt að fagnefndir væri að taka hvern og einn bókhaldslykil fyrir sig til þess að rýna í hvað á bak við hann. Það er bara, sko, hvað maður segja, nákvæmar upplýsingar að við bara, ég meina, almáttugur, sko, bara, þú veist, þá bara getum við séð stjórnsýsluna og ekki verið með bara fólk í vinnu, sko, ef við ætlum að vera í því. Ég meina, rétt bara eins og dæmið sem að bæjarstjóri Regína Ásvaldsdóttir kom með hérna áðan, varðandi hvernig áætlað hefði verið fyrir launum skólaliða í 12 mánuði þegar þeir vinna í 9. Það er bara fullkomlega eðlilegt að skólastjórar vita sirka bát hvert hlutfallið milli. Kannski eru einhverjir skólaliðar í 12 mánuði en aðrir í 9. Þú veist, en það ekki 100% af skólaliðum á launum í 12 mánuði og það bara vita mál. Þannig að þetta bara mjög þörf og eðlileg tiltekt af bókhaldslykli sem að þarf ekki að bera undir fræðslunefnd. Það bara væri nú held ég til þess að bera í bakkafullan lækinn. Þá finnst mér líka sko rétt að það komi fram að það var mjög vel farið yfir þetta á þessum bæjarráðsfundi og kom skýrt fram að það væri ekki verið að skera niður þjónustu. Ég vil nefna eitt hérna. Það verið að tala það að á efsta stigi í Helgafellsskóla, ég man allavega ekki betur en það hafi bara verið efsta stigi en ekki miðstigi, að þá komi ekki inn forfallakennsla. Þarna verið að samræma milli Helgafellsskóla og allra hinna skólana. Og það kom bara í ljós að þarna var bara töluvert há fjárhæð. Þannig séð miðað við það að sko hvað það hefði kostað okkur í bæjarfélaginu ef við ætlum þá að fara að kalla inn aðstoðarkennslu í alla hina grunnskólana á þetta efsta stig. Við erum að tala elstu börnin. Það sem bara kannski einn dag í viku, einn daginn í vikunni kemst ekki í ensku eða eitthvað. Sko ég bara, þú veist, En jú, fyrir þessa nemendur í Helgafellsskóla, ég bara ætla nú reyndar að leyfa mér að draga í efa að börnunum sjálfum finnst þetta mjög mikil skerðing. Ég held að ég bara mjög glöð að falla undir það sama og í Kvíslaskóla og Lágafellsskóla. En ef við viljum fjárfesta í því að gera þetta svona, og mér skilst að þetta sé nú bara venjan sko, í flestum skólum á landinu, hitt hafi verið undantekningin. Regína bæjarstjóri var líka búin að koma inn á þetta með kennsluna með börn með annað tungumál. Þetta bara einfaldlega ekki rétt. Það engin niðurskurður þar. Það bara enn og aftur. Þú veist, við getum farið yfir fleiri lykla. Sparnaður í íþróttamiðstöðinni Varmá. Breytingar á vaktakerfi. Á íþrótta- og tómstundanefnd að hafa skoðun á því. Ég held ekki. Ég held að það hljóti að vera forstöðumanns stofnunarinnar að fara yfir svona hluti en ekki. En ef við erum hins vegar að tala verkefni eins og börnin okkar
þá það verkefni sem af pólitískum toga, stefnumarkandi ákvörðun sem að fóru sjálfsög inn í fagnefndirnar og það var fjallað það þar. Þannig að ég ætla nú bara að enda á því að segja að smekklegt og ósmekklegt ekki það sama og ómaklegt, en ég skal ekki vera með frekar íslenskukennslu og ég vil nú bara segja að þegar við erum að tala það að kalla hlutina réttum nöfnum, margur heldur mig sig. Hér á hagræðingarkröfur að ræða, hér ekki niðurskurð að ræða, það ekki verið að skerða neina þjónustu, þetta verið að færa fjármagn á milli þannig að það nýtist á sem bestan hátt án þess að það skerði þjónustu við aðra. Peningar sem sitja á lykli fyrir skólaliða á sumarmánuðum sem að fá ekki þessi laun vegna þess að þeir ekki í vinnu, gagnast ekki neinum, en þeir gagnast inn í veikindapottin sem að Regína minntist þarna á áðan, eitthvað sem að skólanum hefur vantað. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Dagný, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti, kemur upp undir sama lið. Þannig ýmislegt því ekki svo sem rætt rekstur skóla. En það alveg rétt sem að hefur komið hér fram, meðal annars bæjarfulltrúi Lovísu og bæjarstjóra, að þessar hagræðingarkröfur voru ávarpar fjárhagsáætlun. Það alveg rétt. Það hefur legið alveg ljóst fyrir, allavega minn skilningur þannig. En það hefði kannski farið betur á því verið svona áferðarfallegur okkar vettvangi að þessar tillögur hefur komin í bæjarráð okkur til upplýsinga áður en fóru til stofnanir. Það hefði allir verið upplýstur það hver línan væri, hvert plana væri áður en maður fari að heyra í fólkinu í bónus. Það alveg rétt líka, eða rétt að bæjarfulltrúi Lovísu nefndi áðan fagnefndir og yfirfara deildarleiknum. Ég alveg sammála því, það ekkert grín að sitja fræðslum þegar farið yfir lykla grunnskólana. En það hefði kannski verið svolítið klókt að ræða þetta þar, ávarpa þetta þar til kynningar vegna þess að þar sitja fulltrúar, til dæmis foreldra í leik- og grunnskólum, fulltrúar starfsmanna, fulltrúar skólastjórnenda og þar hefur getað komið inn bara upplýsingar hvað væri verið að gera svo þar færi þá kannski þannig rétt út í samfélagi. En það hefur líka verið talað að skera fituna utan af og taka það sem gott að hafa en ekki nauðsynlegt. En við vitum þá alltaf sem rekustofnanir að það náttúrulega bara virkar ekkert alveg þannig því það nú alltaf ekki of mikið gefið fyrirfram. Og það alveg pínu snúið að eiga að fara að taka til og draga saman og það þarf að draga saman í launalið náttúrulega þýðir það að maður þarf að taka þetta eitthvað staðar af. Og þegar maður að senda börnin heim, kannski niður í 7. bekk eftir hádegi, það skerðing á því sem við þurfum að gera. Það bara svoleiðis og það margir foreldrar sem vakandi til þess yfir þessu og margir skólastjórar hafa fengið tölvupósta sem að gera athugasemdir við það og þess ekki kennsla. Þannig að það bara svona partur af heildarmyndinni. En þetta búið áhugavert að hlusta á þetta, því við vitum kannski líka að við erum kannski ekki alveg búin. Þannig að vonandi höfum við það bak við eyrað að við þurfum að halda áfram þessum efnum að við þá hlífum skólanum þegar það væntanlega búin. Ég vil að meira ágera því. Hvað gerist svo næst? Hvort að skólanir að fara að halda áfram að skera niður eitthvað og það þarf væntanlega líka að taka leikskólan inn í það. Ég held ég láti þessu bara búin í byrjun. Takk fyrir það bæjarfulltrúi Aldís, gjörðu svo vel. Gætu bæjarfulltrúar, forseti, bæjarstjóri. Mér langaði að leggja aðeins orð í belg þetta og fyrst kannski aðeins að aðferðafræðinni við þessa hagræðingarkröfu. Þá það í rauninni ekkert óvenjulegt að samþykkt sé flöt krafa á alla stofnanir og þetta til dæmis gert í ríkisrekstrinum. Þar eru samþykkt fjárlög með flatri aðhaldskröfu á alla stofnanir ríkisins og stofnanir laga sig og sinn rekstur að því.
Ég leit einfaldlega þannig á að komandi líka úr því umhverfi að hér væri bara verið að innleiða mögulega slíkt verklag og við vitum alveg að þegar verið að vinna fjárhagsáætlunina sjálfa þá það mjög stórt verkefni. Það mikið undir og það eru allir forstöðumenn og deildarstjórar og fjármálastjóri og bæjarstjóri og allt kerfið í rauninni undirlagt við að koma saman þessu plaggi sem fjárhagsáætlunin í samráði við okkur auðvitað sem sitjum hér. Þannig að stundum þurfa stjórnendur að líka og við að fá aðeins meira rými á öðrum tímum til þess að yfirfara og sjá hvernig reksturinn í raun og veru og hvað hægt að gera betur. Að þetta snýst það. Þetta mjög lág hagræðingarkrafa, 1% af rekstrarkostnaðinum í heild sinni, ef við lítum þannig á það. Og ég held að þarna séum við bara að stíga mjög varfærin skref inn í annað verklag en mögulega hefur verið viðhaft áður. Ég get ekki séð á minnisblaðinu sem var lagt fram í bæjarráði að þar hafi neinum verið hlíft. Umhverfissviði var ekki hlíft. Þarna eru 7,5 milljón að mig minnir sem þarna undir þjónustustöðinni og sem heyri vissulega undir umhverfissvið. Þannig að minn skilningur var að þetta væri þvert á og ég sé ekki annað en að því hafi verið framfylgt. Vissulega telja skólarnir bara, og þeir eru mjög stór hluti af okkar rekstri og þar af leiðandi fellur þetta náttúrulega mikið þar. Og það var ákvörðun á fræðslusviðinu að hlífa leikskólunum að þessu sinni, að það var þeirra skoðun að grunnskólarnir myndu frekar bera þetta eins og staðan væri núna. Og svo sem ekkert sem að við vitum sem að í rauninni að getum haldið fram sem að haggar þeirri skoðun þeirra. En auðvitað má alveg ræða, ef við ætlum að ræða hvernig þetta kemur niður og hvort sem við ætlum að ræða niðurskurð eða hagræðingu, að þá skulum við líka fara aðeins yfir hvernig kemur þetta nákvæmlega niður á starfsemi skólanna. Hér hafa verið nefnd dæmi af hverju verið að breyta þessum tölum og ég lít í rauninni þannig á, þetta eru svo lágar tölur í heildarsamhenginu að við erum svolítið bara að taka til og laga áætlunum sem var lögð fram hérna í nóvember. Þetta eru þannig tillögur. Það ekki verið að fara að skera niður íslenskukennslu til barna af erlendum uppruna. Þeim hefur einfaldlega ekki fjölgað eins mikið og gert var ráð fyrir, og reyndar ekki fjölgað neitt. Þannig að það eru ástæðurnar. Og síðan ætla ég að taka einmitt undir með bæjarfulltrúa Daníu Kristinsdóttur og halda því til haga, við erum ekki búin. Við erum bara rétt að byrja. Við þurfum að taka miklu betur til í rekstrinum. Og við eigum alveg örugglega eftir að ræða hér sársaukafyllri aðgerðir heldur en þær sem voru lagðar núna fram. Staðan einfaldlega þannig. Og þið vitið alveg út af hverju það Síðan varðandi það hvernig við gerum þetta og hvort að það mætti ræða svona tillögur og þær séu lagðar fram til kynningar eða til umræðu í fagnefndum. Þá má alveg ræða það og við höfum og höfðum mjög háleitar hugmyndir það að fá í rauninni meira út úr nefndastarfinu. Og það bara flókið og stundum leggur maður af stað með eitthvað og það kannski ekki alltaf forsenda fyrir því að það gangi upp. Að til dæmis að fara að ræða
við hagsmunaaðila eins og foreldra, leikskólakennara, grunnskólakennara eða kennara eða skólastjórnendur hvort að einhverjar ákveðna tillögur í rekstrar hagræðingu séu heppilegar og taka tíma í fræðslunefnd fyrir það. Ég veit það ekki. Ég ekki viss að það sé endilega heppilegt eða farsælt eða út úr því kæmi eitthvað endilega betri niðurstaða. Það fyrst og fremst undir okkur komið hér að taka góðar niðurstöður rekstur bæjarins. Fræðslunefndin og það sem hún fjallar meir og minna lögbundið og við þurfum að halda mjög vel á spöðunum til þess að fjalla alla þá hluti sem á að fjalla þar. Síðan kannski að lokum eitt sem ég langar að nefna af því að það var aðeins minnst á þessi langtímaverkefni sem við höfum hrint af stað, úttekt á upplýsingatækninni, stefnumótunum sem var farið í, það hefur verið rætt innri endurskoðun og svo framvegis og ég hef séð fyrir mér að þetta eru örugglega og klárlega verkefni sem kosta peninga. En ef að vel tekst til þá eiga þau að spara okkur peninga til lengri tíma og til tíma sem nær yfir meira en eitt kjörtímabil. Þannig að vonandi verður það niðurstaðan þegar við erum búin að koma þessu öllu í góða virkni og búin að innleiða og komin á þann stað til dæmis í upplýsingatækni sem viljum vera, búin að fara í þau umbótaverkefni sem lögð voru til, en þetta bara langtímaverkefni. Þannig að alveg eins og rekstur sveitarfélags í raun og veru. Þetta auðvitað langtímaverkefni og við tökum ákvarðanir á hverjum tíma að fara í eitt verkefni. Það að hætta verkefni einhvern veginn alltaf miklu erfiðari ákvörðun og miklu sjaldnar tekin. Við höfum tendens í þessum rekstri og eins og í mjög mörgum öðrum rekstri að bæta bara við en hætta aldrei neinu. Enda veitir sveitarfélag bara mjög viðkvæma nærþjónustu sem að skiptir þá máli sem að þurfa á henni að halda og það ekkert léttvægt að taka fjármagn á einu stað til þess að setja á annan. Eða að bara taka fjármagn sem hreinlega ekki til staðar. Þannig að en þetta verkefnið og ég held eins og ég segi að við þurfum nú aldeilis að herða okkur ef okkur finnst þetta erfið ákvörðun að þá heldur betur eftir að reyna á. Takk fyrir bæjarfulltrúi, bæjarstjóri gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mig langaði að bregðast við þessari gagnrýni á aðferðafræðina og tímasetningar. Í raun og veru að þá ekki fyrr en bara í lok febrúar, byrjun mars sem að koma einhverjar útlínur á því hvaða hagræðingu að ræða. Og þannig að það að einhverjir hafa verið órálegir úti í feltinu, ég veit eiginlega ekki hvernig hefði verið hægt að bregðast við því. Þetta eru nýjar upplýsingar fyrir mér vegna þess að eins og ég hef skynjað þetta, að þá hafa skólastjórar verið mjög samvinnufúsir og bara okkar stjórnendur. Og þessar tillögur að sjálfsögðu unnar á sviðunum í samráði við þá stjórnendur sem eru þar og starfsmenn og þær bara detta í hús þarna undir lok febrúar mars. Þannig að ég átta mig ekki alveg á því hvernig hefði verið hægt að vinna þetta öðruvísi gagnvart fólkinu út í bæ. Og í raun og veru kemur fyrirspurn frá D-listanum áður en við erum endanlega búin að loka þessum viðauka. Takk. Takk fyrir bæjarstjóri, bæjarfulltrúi Helga gjörðu svo vel. Það er óskað eftir fundarhlé, við verðum með því.
höldum við áfram þessum 869. fundi bæjarstjórnar og við erum á fyrsta dagskrármáli fundargerð bæjarráðs nr. 1662 og til umræðu mál 1.5 og næst á mælendaskrá bæjarfulltrúi Helga, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Í umræddu máli sem ég kem hér undir er minnisblað tilfærslur á milli liða í tengslum við lækkun kostnaðar. Tilfærslur útgjalda á milli bókhaldslyklja. Tilfærslur á milli liða, lækkun launa og rekstrarkostnaðar, en tilfærslur sem hafa engin áhrif á rekstrarkostnað, tilfærslur til að bæta fjárhagsstöðu bæjarins. Fram hefur komið að hagræðingarkröfurnar eigi að stuðla tiltekt í rekstri og bæta fjárhagsstöðu bæjarins. Því ber að sjálfsögðu að fagna að hægt hafi verið að finna fjármagn í þessari svokallari tiltekt. En það er gert skömmu eftir að fjárhagsáætlun hefur verið samþykkt og að mínu mati mjög sérstök vinnubrögð sem ég geri athugasemdir við. Þetta er vinna sem æskilegt væri að mínu mati að væri unnin áður en drög að fjárhagsáætlun eru lögð fram, árlega ekki rétt á eftir. Einnig geri ég athugasemdir við að fjárhagsáætlun hafi ekki verið rétt fram, forsendur hafi ekki allavega réttar eins og fram hefur komið hér í dag, og það er miður. En það hefur hér komið fram, en eftir það sem hér hefur komið fram, á ég erfitt með að taka undir hér sem hagræðingu að ræða. Hér er vinnu að ræða sem enn og aftur að mínu mati hefði átt að eiga sér stað á haustmánuðum. Nýtum okkur allt almanaksárið og reynum að vera tilbúin á haustmánuðum með réttar forsendur til að byggja á árið eftir og aðlögum okkur að því sem við höfum. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ásgeir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúi kemur upp undir sama máli 1.5 erindi frá bæjarfulltrúum D-lista þar sem við vorum að óska eftir upplýsingum varðandi niðurskurð eða hagræðingu frá fjárhagsáætlun 2025. Það eru 2-3 atriði sem ég langar að leiðrétta sem hefur komið fram frá því að ég talaði hér síðast þetta mál. Í fyrsta lagi að þá er engin vafi á því við styðjum þessar hagræðingarkröfur sem að skulum halda okkur við það eða semjum það að þetta sé bæði hagræðing og niðurskurður. Það er kannski langbest að fara svona pólitíska leiðir. Við styðjum það sjálfsögðu. Við gerðum athugasemd í fjárhagsáætlun við það að það voru engar niðurskurðar tillögur frá meirihlutanum þrátt fyrir það að A-hlutin sýndi fram á 41 milljónir mínus ef frá voru teknar einskiptistekjur af lóðasölu og innviðagjöldum. Þannig að við skulum ekkert fara í grafgötu með það, við styðjum það að það sé farið í þessa vinnu vegna þess að við þurfum að eiga borð fyrir bárið að sjálfsögðu. Annað mál sem að við þurfum líka að vera með algjörlega á hreinu, það er það að þegar við erum að tala niðurskurð, og það er loksins komið á hreint, það er verið að falla frá kennslu upp í Helgafellsskóla. Það er ekki bara á efsta stigi, það er á efsta og miðstigi og við erum búin að ræða þetta í bæjarráði tvisvar, þannig að við skulum hafa það allavega að hafa á hreinu og tala hlutina eins og þeir eru. Það er eina sem ég er að biðja að þetta er á efsta og miðstigi, talandi að rétt skuli vera rétt. Og við erum ósammála, bæjarfulltrúar Lovísu, það að kannski sé þetta bara eitthvað sem krökkunum finnst bara alveg geggjað að þau fá ekki forfallakennslu. Við höldum að sé ekki geggjað. Og þetta sé ekki í öðrum skólum í Mosfellsbæ, þessi forfallakennsla,
það ekkert eitthvað sem við eigum þá endilega að samræma í öllum skólum. Það getur vel verið að aðstæður í skólunum okkar séu mjög mismunandi, milli stiga, þannig að þetta sé ekki í öllum skólum, það ekkert sama sem merkjum það að við viljum endilega samræma það. Það að það sé ekki verið að minnka þjónustu við erlenda börn sem að ekki með íslensku sem sitt móðurmál, með því að hætta við það að ráða kennara sem áttu að taka það að sér, vegna þess að 3 aðrir kennarar sjá það. Það er bara fínt ef að þjónustan er óskert. Það eru upplýsingar sem ég var ekki með. En akkur átti þá að ráða kennara. Og eru það þessi 3 kennarar sem að sjá þessu þjónustu, var svigrúm fyrir það innan þeirra tíma, eða eru þeir í sjálfboðavinnu, eða hvernig fer það fram? Þannig að það er það ágætt að fá skýringar á hlutunum. En það er akkurat það sem að við vorum að tala um. Við erum ekki að tala um, og það er bara útúrsnúningur að segja að við hefum ætlast til þess að við færum inn í allar nefndir og myndum vera að lesa þar upp alla lykla. Það er enginn að tala um það. Við erum bæjarráð, við erum bæjarstjórn og það hefði verið ágætis bragur á því, eins og bæjarfulltrúi Dagný sagði, að þetta hefði verið kynnt fyrir okkur áður en að framkvæmdir og var búið að ákveða að þær skyldu taka gildi og eflaust er það rétt og ég er ekki vafið það sem að kom fram í málu bæjarstjórans Regínu Ásvaldsdóttur að þetta var splungu nýtt, sumt af þessu var ekki komið til framkvæmda, þannig að þetta var kannski alveg á tæpasta vaði. Okkur þótti bara óþægilegt að til dæmis eins og það var búið að taka ákvörðun til skólanum og það var búið að setja þetta á stað. Það er ekki fyrsta skipti sem að okkur í minnihlutanum finnst kannski að við eigum að fá upplýsingarnar aðeins fyrr og sérstaklega þegar við erum að tala um að það er að vera svo lýðræðisleg vinna hérna og allir að vinna saman. Þannig að þetta snýst bara það. Við erum sammála um það að við viljum skólanum okkur það allra besta, þannig að við þurfum ekkert að rífast um það, en hvort þetta sé flatur niðurskurður og hvort að umhverfissviði hafi verið hlíft eða ekki hlíft, við getum allavega verið sammála um það líka að umhverfissviði var hlíft að hluta til. Það var ekki farið í áhaldahúsið, en eftir því sem ég best veit að þá var því hlíft á öðrum sviðum. Þannig að því sé til að haga haldið. Eftir því sem ég best veit. Síðan er það eftiráskýring, algjör eftiráskýring, að þegar talaði um það að í auknum kostnaði fyrir árið 2025 eigi að setja 200 milljónir í veikindapott sem að hét, ég veit ekki hvort það heitir ennþá, varðandi mannauðsmál. Það er algjör eftiráskýring að það hafi verið sagt í aðdraganda fjárhagsáætlunar eða þegar hún var samþykkt eða þegar við vorum að gera athugasemdir við það að þessar 200 milljóna króna hagræðing sem að átti að fara fram að hún ætti að fjármagna þennan pott. Hún á þá alveg eins að geta fjármagnað 470 milljónir sem að fóru í kjarasamningana, hún á alveg eins að geta fjármagnað annan auka kostnað sem að kemur fram í viðauka við fjárhagsáætlunina. Þannig að það er eftiráskýring að koma núna að segja, já, þetta er gert vegna þess að við áttum eftir að fjármagna þennan pott sem að á tímabili hét allavega veikindapottur fyrir kennara. En stundum heitir hann vandi mannauðsmál. Ég vildi bara leiðrétta þessi örfáu atriði þannig að það sé á hreinu hvað við erum að tala um. Við erum sammála því að það þurfa að hagræða og við erum sammála því að það þarf að skera niður, sérstaklega eftir nýjustu vendingar í fjármálum sveitarfélagana. Og það við höfum eftir að taka erfiðar ákvarðanir heldur en við höfum þurft að taka. Við höfum ekki þurft að taka eina einustu erfiða ákvörðun varðandi þessi mál ennþá. Þannig að ef að verið leitað til okkar með samráð um það eða tillögur, þá erum við sjálfsögðu tilbúin í það. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi, bæjarstjóri Kjölsvör. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mig langar að bregðast við orðum bæjarfulltrúa Helgu Jóhannesdóttur. Auðvitað er alltaf hægt að gera betur og auðvitað hefði verið betra ef við hefum byrjað á þessari vinnu í mars í fyrra. En eins og hefur komið fram að þá erum við einhvern veginn alltaf á síðustu stundu að verða saman fjárhagsáætlun og það held ég að sé ekkert nýtt.
Ég held að það sé alþekkt hér í þessu húsi og öðrum sambærilegum húsum að þannig bara staðan. Við fáum upplýsingar seint og illa frá öðrum sem við erum einhvern veginn að stóla á og þetta endar alltaf á síðustu dögunum. En við erum og mér langar bara að upplýsa hérna samhliða þessu að við fórum með inn í bæjarráð beiðni heimild til þess að sækja styrk í jöfnunarsjóði til þess að mæta útgjöldum vegna þess að við viljum rýna allar vaktir í búsetukjörnunum okkar á velferðarsviði og erum að bara vonandi fáum við jákvæða niðurstöðu í því. Síðan erum við líka að vinna með úthlutunarlíkan í grunnskólana og það hefur ekki verið hér og það eru ekki mörg sveitarfélög komin með þetta en þetta eitthvað sem við viljum vinna með þannig að við vitum nákvæmlega hvað hver nemandi þarf mikið fjármagn og við einhvern veginn skiptum fjármagninu ekki bara miðað við fortíðina heldur miðað við nemendastöðuna. Þannig að við erum svo sannarlega að vinna núna á hverjum einasta degi í því að undirbúa okkur fyrir næstu fjárhagsáætlun sem gæti orðið jafnvel enn snarari heldur en þessi og svo erum við með verkefni á þessu ári líka til þess að ná til þess að mæta svona hærri kjarasamningum heldur en ráða fyrir gert. Hins vegar þá vil ég segja að við höfum alltaf verið með pott til þess að mæta ófyrirséðum útgjöldum vegna kjarasamninga og svo vorum við með þennan mannauðspott til viðbótar. Þannig að það var þannig að það var hugsunin að mæta, en hvort við þurfum að mæta þessum útgjöldum í staðinn fyrir að skólarnir sé að fara fram yfir og þurfi síðan að hagræða þá á móti því. Þannig að þetta svolítið spurningum hvernig við stillum hlutunum upp og með leyfi forseta að þá kannaði ég aðeins í fundarliðinu hvernig þessu háttað til dæmis í einum nágrannarbæjum okkar. Þar ef að skóli fyrir fram yfir þá honum gert að hagræða til þess að skili á nulli hjá okkur. Þá höfum við verið að mæta þessum umframkostnaði. Þannig að bara svo það sé sagt en við þurfum auðvitað bara í samráði að finna bestu leiðina til framtíðar litið. Takk. Takk fyrir það, bæjarstjóri. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Bæjarfulltrúi Helga, gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúar. Ég vil þakka Regínu bæjarstjóra fyrir hennar orð og ég geri mig fulla grein fyrir því að þetta ekki auðvelt. En mikið átti að vera alltaf á tánum og rýna alla bókhaldslykla mánaðarlega, ekki einu sinni á ári. Og ég held að við séum öll sammála að það eigi að fara vel með almannafé og það er alltaf hægt að gera betur. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. En enginn kveður sér hljóðs aðra liði þessarar fundargerðar og við tökum hana til atkvæðagreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa að geta staðfest fundargerð 1660 og annars fundar bæjarráðs að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir það. Og þá það annað mál á dagskrá. Það fundargerð 1660 og þriðja fundar bæjarráðs. Sá fundur fór fram 27. mars síðastliðinn og þar voru 12 mál á dagskrá. Fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Anna Sigríður, gjörðu svo vel.
Forseti, ég kem hér upp undir máli 2.3, samningar ríkis og sveitarfélaga þjónustu við börn með fjölþættan vanda og uppbyggingu hjúkrunarheimila. Þetta var tekið fyrir á þessum 1663. bæjarráðs. Það var gríðarstór og tímabær áfangi sem náðist með undirritun þessa samkomulags eða þessara samkomulaga, maður getur sagt það í fleirtölu, milli fjármálaráðuneytis og mennta- og barnamálaráðuneytis annars vegar og Sambands íslenskra sveitarfélaga hins vegar þann 19. mars síðastliðinn það hver beri ábyrgð á meðferð og úrræðum fyrir börn með fjölþættan vanda. Með leyfi forseta vil ég vitna í samkomulagi varðandi skilgreiningu hópsins. Það þau börn sem falla undir þessa skilgreiningu eru börn með mikla þjónustuþörf sem hafa flókna og samsetta röskun í tauga og vitsmunaþroska eða tengsla vanda frá því snemma í barnæsku sem getur meðal annars leitt af sér alvarlegan hegðunarvanda og geðræn einkenni. Nokkrar skýrslur hafa verið gerðar undanfarin rúman áratug og niðurstaða þeirra hefur verið svo sama að þjónusta við þennan viðkvæma hóp ætti heima undir forræði ríkisins. Þarna erum við að tala börn og ungmenni sem þurfa þjónustu á svokölluðu 3. stigi að halda. Óumdeilt hefur verið að þjónusta við börn með fjölþættan vanda sem þurfa 1. og 2. stigs þjónustu skuli vera í höndum sveitarfélagana. Þegar 3. stigs úrræða þörf, kallar það á gríðarlega flókna þjónustu, sérútbúið húsnæði og mikla sérfræðiþekkingu og sérhæfingu þeirra sem þar starfa, sem yfirleitt ekki að finna hjá einstökum sveitarfélögum í landinu. Því hafa sveitarfélög þurft að kaupa slíka þjónustu af einkaaðilum. Eins og fram kemur í samkomulaginu gert ráð fyrir að yfirtaka ríkisins á ábyrgð 3. stigs þjónustu við börn með fjölþættan vanda lækki kostnað sveitarfélaganna í landinu 3 milljarða á ári. Ríkið mun taka málaflokkinn yfir ekki síðar en 1. janúar 2026 og fram að þeim tíma skuldbindur ríkið sig til að auka fjárframlög til sveitarfélaga vegna kostnaðar sem tilfellur við veitingu 3. stigs þjónustu við börn með fjölþættan vanda. Það að segja að frá þessum tímapunkti 1. júní minni mig og fram til áramóta að þá fá sveitarfélagin bætt ef þau eru að sinna þjónustu 3. stigs þjónustu við börn með fjölþættan vanda. Ég held við getum öll glaðst yfir þessum áfanga, ekki bara vegna minni fjárútláta, heldur vegna þess að framundan uppbygging í þessum mjög svo mikilvæga og brýna málaflokki. Hitt samkomulagið sem var kynnt á þessum bæjarráðsfundi sneri að breyttri verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga hvað varðar ábyrgð og aðkomu sveitarfélaga á uppbyggingu hjúkrunarheimila. Samkomulag þetta var undirritað af ráðherrum heilbrigðismála, félagsmála og fjármála og formann og framkvæmdastjóra Sambands íslenskra sveitarfélaga þennan sama dag 19. mars. Meginatriði þess samkomulags að frá með 1. júní 2025 verði ábyrgð á fjármögnun vegna uppbyggingar hjúkrunarheimila alfarið á ábyrgð ríkisins og fallið verður frá til dæmis leiguleiðinni sem við þekkjum hér í Mosfellsbæ, þar sem sveitarfélög eiga byggingar og ríkið greiðir húsaleigu. Þá skýrt að áfram skulu sveitarfélögin leggja til lóðir án lóðarleigu og án byggingarréttargjalda, enda almanna þjónustu að ræða, en sveitarfélögum verður heimilt að innheimta gatnagerðargjöld. Með þessu samkomulagi rutt úr vegi óvissu varðandi ábyrgðarskiptingu ríkis og sveitarfélaga sem mun liðka fyrir því að farið verði af stað með byggingu hjúkrunarheimila, en eins og kemur fram í samkomulaginu þá áætluð þörf fyrir fjölgun hjúkrunarrýma miðað við núverandi skort á rýmum og mannfjöldaspá Hagstofunnar 1600 rými, 1600 hjúkrunarrými. Eða ríflega 100 á ári. Og þetta miðað við uppsafnað þörf núna og svo mannfjöldaþróunina fram til 2040. Þetta gríðarlegt verkefni og vonandi verður bara farið að vinna að þessu. Við vitum þetta gerist ekki alltaf einu ári en að það fari í gang markviss vinna við að reisa þessi rými. En það eitt alveg víst að við hér í Mosfellsbæ, við erum tilbúin fyrir viðbyggingu við Hamra
og það mun ekki standa okkur þegar kalli kemur frá ríkinu að stækka Hamra. Takk. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Bæjarfulltrúi Ásgeir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúi kveður upp undir sama máli á fundi bæjarráðs, samninga ríkis og sveitarfélaga þjónustu við börn með fjölþættan vanda annars vegar og síðan uppbyggingu hjúkrunarheimila. Það hefði bara verið gott að vera með þetta bara í sitt hvoru málinu. Þetta eru stór og ánægjuleg mál en þau eru þarna saman. Mér langar bara til þess að koma hér upp og lýsa yfir ánægju minni og okkar fulltrúa D-lista í bæjarstjórn Mosfellsbæ með þessa samninga sem eru mjög ánægjulegir og tek undir það sem að bæjarfulltrúi Anna Sigríður var að tala hér varðandi þetta. Annars vegar varðandi samning ríkis og sveitarfélaga þjónustuna, þá fór hún mjög vel yfir þetta og þetta náttúrulega eitthvað sem skiptir verulegu máli og ég vona svo sannarlega miðað við þá umræðu sem hefur verið í þjóðfélaginu undanfarna mánuði varðandi ekki bara þriðja stigs börnin eins og við köllum þau og Anna Sigríður útskýrði hver eru, heldur börn með fjölþættan vanda. Ég vona að þeirra aðstæður og svona sá málaflokkur sé búin að ná vissum lágpunkti í okkar þjóðfélagi vegna þess að við vitum hver þörfin og við vitum hver vandamálin þannig að vonandi og ég sannfærður það að með aukinni fræðslu þessu mál, aukinni umræðu og að það sé búið að tala þetta mikið þetta, bæði jákvætt og neikvætt, að þá sé fólk verið að gera sér grein fyrir þessum ört stækkandi verkefni sem að þessi málaflokkur og það voru miklar breytingar á honum undanfarin bara kannski fá misseri þannig að við megum engan tíma að missa í því. Ég vil nota líka tækifæri hér að þakka okkar bæjarstjóra Regínu Ásvaldsdóttur fyrir hennar þátt í þessum málum vegna þess að hún með mikla reynslu og þekkingu á þessu sviði og hún hefur verið ötulust af sveitarstjórum sem að ég hef heyrt í allavega í að ræða þessi mál og vekja athygli á þeim og ég held að það hefur bara verið mjög þarft og gott en nú þurfum við bara að passa okkur að þó að ríkið sé búið að taka þetta yfir að vonandi verða það ekki bara í orði heldur líka borði. Þannig að ég vil nota tækifærið og þakka Regínu fyrir hennar góðu störf í þessum málaflokki. Varðandi uppbyggingu hjúkrunarheimilanna þá það auðvitað líka mjög ánægjulegt. Það er búið að reyna að ná samkomulagi þetta í mjög langan tíma og mörg ár. Það var alveg hvað kallum við það? Það er svona áskorun fyrir sveitarfélögin að leggja fram þessi 15% og svo getur þetta verið flókið varðandi reksturinn, hver ætti að eiga hvað. Nú er búið að leysa þetta og það er ekki þá síður áskorun fyrir okkur, sérstaklega hérna í Mosó, þar sem við erum tilbúin með allt, að þetta fari nú í gang, vegna þess að það er ekki nóg að taka við þessu. Það verður að boða miklar, hvað ég kalla það núna, hagræðingar hjá ríkisstjórninni varðandi útgjöld og þetta kallar að sjálfsögðu útgjöld en þarna kemur að í þessu máli og það er kannski svolítið hrópandi eins og mörgum öðrum að það er dýrt að vera fátækur þegar við horfum og reiknum út hvað fráflæðið vandinn og sjúkrahúsunum kostar per dag, per einstakling og hvað það myndi sparast rosalega mikið fyrir hvert rými sem að byggt að þá er það eiginlega með ólíkindum að það hafi ekki verið gert meira og hraðar til þess að mæta þessum þörfum, ekki bara til þess að spara kostnað á spítölunum heldur bara til þess að minnka þennan fráflæðisvanda og þá fólk sem þar og það á ekki heima þar. Þannig að báðir þessi samningar eru mjög jákvæðir og nú er það okkar og annarra sveitarfélaga og auðvitað okkar ágæta fólks á hinu háa Alþingi að láta verkin tala. Takk fyrir. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera, en fundurinn opinn fyrir umræðu að öðru leyti. Bæjarfulltrúi Hallakarin, gjörðu svo vel.
forseti, ágæti forseti og aðrir bæjarfulltrúar. Ég kem hérna upp fyrir máli 2.4, förum alla leið, samþætt þjónusta í heimahúsum. Ég vil kannski byrja bara á því að segja hvað dagurinn í gær var góður á Eirhömrum þegar samningarnir voru undirritaðir samþætta heimaþjónustu við íbúa Mosbæjar, aukna dagdvalarþjónustu með fleiri rýmum og stofnun heima- og endurhæfingarteymis fyrir fólk í heimahúsum. Þetta var bjartur, fallegur og gleðiríkur dagur og gríðarlega mikið af fólki sem var brosandi og glatt. Með þessum samningi verður rekstur allra heimaþjónustu á hendi Eyrar sem rekur hjúkrunarheimili og dagdvöl í bæjarfélaginu okkar. Já, það var virkilega ánægjulegt, eins og ég sagði áðan, og tímabært að fá fjölgun dagdvalarrýma og fögnum við því mjög, en eftir undirritun í gær erum við komin með 25 rým. 25. En vorum áður með 9, en vorum að vísu búin að fá vilyrði fyrir 15, en þurftum einhvern veginn að sanna að við myndum nýta 9 og sem við svo sannarlega erum búin að gera. Þannig að núna, bara ágætu bæjarfulltrúar, erum við bara komið með 25 og 10 af þeim eru sértæk rými. Og ég ætla ekki að segja ykkur hvað ég veit það sjálf af eigin reynslu, það er mikilvægt að búa í bæjarfélagi og eiga veikan aðstandanda sem getur farið á heimili nálægt heimilinu sínu, þú veist, svona í dagdvöl. Þannig að ég bara næstu í tárast yfir þessu. En svo annað, að það var ekki bara þetta, það var svo margt gleðilegt. Með því að sem sagt efla og samþætta heima- og dagþjálfuna þjónustu á einn stað, eins og gert með þessum samningum í gær, þá vænst þess að það verði betri yfirsýn yfir þarfir þeirra sem þjónustuna þurfa, sem náttúrulega aðalatriðið, og það verði brugðist tímalega við ef það verða breytingar á aðstæðum þeirra og heilsufari. Þetta á að tryggja heildrænni og öruggari þjónustu við íbúa Mosfellsbæjar, sem náttúrulega bara líka gríðarlega mikilvægt. Við vitum það þegar eitthvað steðjar á, hvað mikilvægt að það sé horft og allir sé að vinna á þetta fari ekki á marga staði. Svo það þessi heima- og endurhæfingarteymi, eða eins og orðið segir okkur bara, endurhæfing í heimahúsi. Og það tilkomið með stuðningi heilbrigðisráðuneytisins, en teymið veitir svona persónumiðaða þjónustu. Og ég held að það sé ekki síður mikilvægt. Að það kannski eitthvað komið fyrir, eitthvað sem bjátar á og maður fær svona tímabundna þjálfun og ráðgjöf heim til sín sem eflir mann í færni og virkni og með alls konar svona ráð, bjargráð, hvernig maður getur sinnt athöfnum daglegs lífs og bara verið í þessu samfélagi okkar. Og það bara mjög dýrmætt því að það gott að hafa sérfræðinga sér við hlið þegar eitthvað bjátar á. En öll þessi verkefni sem voru undirrituð í gær á mjög fallegum degi liður í aðgerðaráætlun stjórnvalda sem heitir Gott að eldast. Og við hér í Mosfellsbæ vorum svo heppin að vera samþykkt sem eitt af þessum 6 svæðum, eða svæðum, sveitarfélögum sem fengu að vera með. Það því mikið framfara skref að það sé búið að skrifa undir þessa samninga, en nú hefst vinna við að efla þjónustuna sem stuðlar að því sem að flestir íbúar geti verið þátttakendur í samfélaginu sem allra lengst. Og hlökkum við til að vinna með Eyr að því sem og að sjá til þess að öll þjónusta sem í boði standist þær kröfur sem gerðar eru. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera. Fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Engin guðir sér hljóð sem aðra liði fundargerðarinnar, þannig að við tökum hana þá til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa að geta staðfest fundargerð 1663. Fundar bæjarráðs að gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir.
Þriðja mál á dagskrá fundargerð 28. fundar velferðarnefndar. Sá fundur fór fram 18. mars síðastliðinn. Þar voru 12 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og við tökum hana til afgreiðslu. Ég bið bæjarfulltrúa að geta staðfest fundargerð 28. fundar velferðarnefndar og gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk. Fjórða dagskrármál 288. fundur íþrótta- og tómstundanefndar. Sá fundur fór fram 25. mars síðastliðinn. Þar voru 4 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð. Tökum hana til afgreiðslu. Ég bið bæjarfulltrúa að geta staðfest fundargerð 288. fundar íþrótta- og tómstundanefndar að gefa merki. Eru allir með? Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk. Þá 5. dagskrármál sem 27. fundur menningar- og lýðræðisnefndar. Sá fundur fór fram 25. mars síðastliðinn. Þar voru 2 mál á dagskrá. Fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð, svo við tökum hana til afgreiðslu. Bæjarfulltrúar sem geta staðfest fundargerð 27. fundar menningar- og lýðræðisnefndar virðast gefið merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. 7. mál á dagskrá fundargerð 628. fundar skipulagsnefndar. Sá fundur fór fram 28. mars síðastliðinn. Þar voru 11 mál á dagskrá. Fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og við tökum hana til afgreiðslu. Ég bið bæjarfulltrúa að geta staðfest fundargerð 628. fundar skipulagsnefndar að gefa merki. Samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Þá höfum við lokið afgreiðslu þeirra fundargerða sem þess krefjast hér í dag og erum komin að fundargerðin til kynningar. Þá það 7. mál á dagskrá sem fundargerð 512. fundar stjórnar Sorpu. Sá fundur fór fram 17. febrúar síðastliðinn og þar voru 2 mál á dagskrá. Fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. 8. mál á dagskrá fundargerð 513. fundar stjórnar Sorpu og fór sá fundur fram 5. mars síðastliðinn. Þar voru 7 mál á dagskrá. Fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúa Aldís gjörðu svo vel. Fyrir forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að segja nokkur orð ársreikning Sorpu sem var samþykktur á þessum fundi og undirritaður úr stjórn og hefur verið sem sagt áritaður af endurskoðanda án athugasemda. Flest, ef ekki allt sem kemur fram í skýrslu stjórnar hef ég þegar fjallað á fundum bæjarstjórnar. En kannski ástæða til að nefna að það búið að auglýsa útboð vegna uppbyggingar á nýrri endurvinnslustöð við Lambhaga og vonandi hefjast framkvæmdir þar bara núna á næstu vikum. En hagnaður af rekstri Sorpu fyrir fjármagnsliði voru 490 milljónir á síðasta ári og jókst 172 frá árinu þar á undan. Veltufé frá rekstri nam nú með milljarði króna og heildarskuldir félagsins eru tæpir 3,5 milljarðar. Ég ætla svo sem ekkert að öðru leyti að þylja upp einhverja niðurstöðu þessa ársreiknings en vildi samt svona bara vekja athygli bæjarfulltrúa á þessu starfsþáttayfirliti sem að finna í skýringu númer 3. Það sundurliðun starfsemi byggðasamlagsins og í þessari sundurliðun hægt að sjá svona hvað ESA-málið sem við höfum fjallað mikið gengur út á. Það sem sagt að það á hagnaðar á lögbundinni starfsemi megi ekki niðurgreiða starfsemi sem á samkeppnismarkaði. Bara svona í einfaldleika sínum. En rekstur Sorpu heilbrigður, stenst alla skoðun, en hann að gangi gegnum miklar breytingar.
samanber innleiðingu hringrásarlaganna, kröfum að rukka þegar hentir, móttöku og textíl, auknum kröfum endurnot, útflutning á bökuðum úrgangi og auk ESA-málsins margumtalaða sem mun hafa varanlega breytingar í för með sér á rekstri byggðasamlagsins. Við munum að öllum líkindum sjá merki þess í næsta uppgjöri en við höfum 2 ár til að taka ákvarðanir og bregðast við úrskurðinum og aðlaga reksturinn að honum. Ég vil bara nota þetta tækifæri og hvetja bæjarfulltrúa til að fylgjast vel með þróun í úrgangsmálum og umræðu rekstrarform Sorpu. Ég vil líka nota tækifærið og nefna að við þurfum að vera á tánum varðandi hugmyndir Reykjavíkurborgar uppbyggingu og hringrásargarði í Álfsnesi. Þetta kannski ekki málaflokkur sem að margir eru svona vanir að láta sig varða, en á meðan hann að gangi gegnum þessar breytingar, þá munum vera gerðar kröfur til okkar sem sitjum hér að taka ákvarðanir sem hafa áhrif inn í framtíðina. Þær ákvarðanir þarf að taka fljótlega. Við skulum því vera tilbúin og þarna á ég aðalega við rekstrarform Sorpu og uppbyggingu á hátæknibrennslu. Nefni bara sérstaklega þetta tvennt sem að við þurfum að setja okkur inn í, kjörnir fulltrúar á höfuðborgarsvæðinu og víða land þurfa að setja sig inn í og vera tilbúnir til þess að taka ákvarðanir þegar þar að kemur. Umræðu hátæknibrennsluna verður að halda á lofti að því að uppbygging hennar gegnir lykilhlutverki í sjálfbærni Íslands þegar kemur að úrgangsmálum. Það mun skipta okkur alltaf meira og meira máli eins og við sjáum núna að núna til dæmis út í heimi staðan sú að það minni eftirspurn eftir orkunni og það allt stútfullt. Þeir vilja ekki keyra alla ofna í brennslunum sínum og eru bara að hafna efni. Þannig að þetta mun verða dýrara fyrir okkur, þessi útflutningu sem við stöndum í núna, að mun skipta máli fyrir okkur að ræða það að byggja okkar eigin brennslu hérna á Íslandi. Það mun kosta gríðarlega fjármuni og mun vonandi og að öllum líkindum rauninni þurfa aðkomu einkaaðila, lífeyrissjóða og annarra stofnana fjárfesta til þess að koma að því máli. Þannig að ég vildi bara nota tækifæri og nefna þetta og kannski að lokum að þá virðist það nú vera þannig að það eru sveitarfélögin sem að keyra áfram þetta mál og við þurfum að draga ríkið að borðinu mögulega einu sinni sem oftar en máli stendur þar í dag að það svona fær ekki brautargengi í fjármálaráðuneytinu að stofna þetta undirbúningsfélag. Þannig að það skiptir máli að við beitum okkur öll í því að þetta undirbúningsfélag verði stofnað til þess að koma hreyfingu á málið að því allt tekur þetta jú alveg gríðarlega langan tíma. Þannig að ég vildi bara nefna þetta. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það kemur mjög skýrt fram í eigendasamkomulagi sem var gert vegna urðunarstaðarins Álfsnes að það ætti ekki að vera brennsla á Álfsnesi, það beinlínis bara kveðið mjög sterkt á það, þannig að ég hef þegar óskað eftir því að þetta verði tekið fyrir á næsta fundi í stjórn SSH, eigendasamkomulagið og þetta mál rætt hverju það sætir að einhverju séu farnir að tala með þessum hætti. Takk. Takk fyrir bæjarstjóri, fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera og fundargerðin lögð fram. 9. mál á dagskrá fundargerð 972. fundarstjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Sá fundur fór fram 11. mars síðastliðinn og þar var 1 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs hana og fundargerðin lögð fram.
10. mál á dagskrá er fundargerð 137. fundar svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins. Sá fundur fór fram 14. mars síðastliðinn og þar voru 3 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs hana og er fundargerðin því lögð fram. 11. mál á dagskrá er fundargerð 601. fundar samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Sá fundur fór fram 17. mars síðastliðinn. Þar voru 9 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og er fundargerðin lögð fram. Ekki eru fleiri mál á dagskrá þessa fundar. Ég þakka fyrir fundinn. Næsti fundur verður eftir aðeins slétta viku vegna þess hvernig páskarnir eru í ár miðað við fundadagatal. Og þannig að næsti fundur bæjarstjórnar fer fram miðvikudaginn 9. apríl næstkomandi klukkan 16:30 til fundarins verður boðað með dagskrá. Ég segi fundi slitið klukkan 18:19.